að ég sem sagt greinist með flöguþekjukrabbamein í hálsi og eitlum og hálskirtlum 2013 og fer umsvifalaust í skurðaðgerð á hálsinum og svo fer ég í lyfjagjöf og geisla. Það tók einhverja 2-3 mánuði. Og það kostaði það að það eyðileggst slímhúðin í munninum. Það er þetta skemmast. Já, ég myndi segja að eftir að þá situr maður uppi með vöðva og taugaverki sem eru alltaf. Það eru verkir í fingrum og tám, sérstaklega ef maður kólnar eitthvað, mjög sárt. Þannig gerir munnvatnskirtlar, þannig maður er alltaf með munnþurrk. Svo veldur því að maður vaknar á hálftíma og hreist allar nætur. Svo leitar svo munninn því að það er alltaf, maður er deyjum munnþurrki. Svo náttúrulega stöðuþreyta. Maður er alltaf með stöðu að þreytu, maður er alltaf þreytur. Ég þarf að leggja mig á daginn. Ég er með heilaþoku. Ég gleymi orðum þegar ég þarf að tala. Ef ég ætla að segja eitthvað þá man ég stundum ekki venjuleg orð sem ég á að vita og á að kunna. En þau koma eftir svona hálfa mínútu. Það sem hefur hjálpað mest er slökun og sjálfsdáðvísla. Sem ég hef tekið upp í staðinn fyrir verkjalyf. Ég er búinn að vera verkjalyf bara allan tíma. Þangað til núna, ég ákvað að hætta þessu öllu saman. Ég var farin að taka svo mikið af verkjalyfum að verkjalyf voru farin að búa til aðra verki. Við vorum búin að koma inn einhverja óútskýrða draugaverki sem eru bara lyfin sem búa þá til. Þannig ég hætti öllu. Fór að tala við dáleiðara og lærði sjálfsdáðvíslu og einbeitti mér að nota það sem verkjalyf. Og það gekk ágætlega.